Kominn tími á tiltekt. Frábæru Systema geymsluboksin eru nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Kræsingar og kostakjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Í fyrir hluta þáttarins kynnum við okkur 2 fyrirtæki sem skipta miklu máli í sjávarútvegi og fiskvinnslu á Suðurnesjum. Þetta eru Fiskmarkaður Suðurnesja og Reiknistofa fiskmarkaða. Í síðari hluta þáttarins heyrum við tóndæmi úr tónlistarverkefni söngvaskáld á Suðurnesjum og förum á nágrannaslag milli Keflavíkur og Njarðvíkur í körfubolta. Það fáum við fréttapakka að sjálfsögðu. En förum fyrst á uppboð á fiski í Sandgerði. 50 hver bólfiskur sem veiddur við Ísland boðinn upp á fiskmarkaðum. Suðurnesjamenn eru frumkvöðlar í rekstri fiskmarkaða hér á landi og ákváðu strax í upphafi að fara nýjar leiðir í uppboði á fiski á fiskmarkaði Suðurnesja. Áður þekktist aðeins að bjóða upp fisk inni á gólfi en hugmyndir fiskmarkaðs Suðurnesja voru að bjóða upp fisk spriklandi ferskan á sjó þar sem sjómenn tilkynntu veiddan afla með fjarskiptum. Það gekk eftir og hugmyndin var þróuð áfram. Þegar uppboðsferli var tölvuvætt varð Reiknistofa fiskmarkaða HF til, en hún heldur utan öll uppboð og sér greiðslumiðlun milli viðskipta aðila. Að jafnaði verið að bjóða upp 400 tonn á dag hjá 26 fiskmarkaðum allt í kringum landið sem fá fiskinn frá allt að 57 löndunarhöfnum. Fiskmarkaður Suðurnesja stór á meðal fiskmarkaða, en hann með starfsstöðvar í Grindavík, Hafnarfirði, Ísafirði, Höfn og Sandgerði þar sem aðal skrifstofa hans Sjónvarp Víkurfrétta tók hús á Reiknistofu fiskmarkaða og fiskmarkaði Suðurnesja. Við byrjuðum á því að kynna okkur uppboðsferlið. Ferlið þannig að á hverjum einasta stað sem við erum að vinna á erum við með svokallaðan yfirmann sem heitir stöðvarstjóri og hann situr við símann á morgnana og tekur við fjarskipta upplýsingum af þeim bátum sem eru að sjó og vilja selja í dag og slær inn í tölvukerfi Reiknistofunnar. Það sem búið að landa og inn í húsi og klárt af stærri bátum eins og útilögubátunum, línubátunum og trollbátum og annað. Það þá tekið inn í hús á morgnana og vigtað og gerðar stærðarprufur, hitameld og allur fiskur hjá Fiskmarkaði Suðurnesja síðan 2008 þá við tókum upp gæðakerfi þar sem við hitameldum allan fisk og förum eftir ákveðnu gæðakerfi því áður við setjum það inn í uppboðslýsingarnar hjá Reiknistofunni. Síðan korter yfir 12 þá þurfa allar upplýsingar að vera klárar, það sem á að selja í dag. Hádegið þá lokum við á skráningu og uppboð byrjar klukkan 1 og þá setja kaupendur bara á sinni skrifstofu og tengjast internetinu og geta boðið í þar og keypt og þetta svona svolítið langt frá því sem var hérna áður þegar menn mættu á svæðið með spjöldin og annað og þetta gengur mjög hratt fyrir sig skal ég segja þér. Þegar uppboðið komið á stað og byrjað þá eru okkar menn með allar upplýsingar í sínum tölvum frá Reiknistofunni, hver keypti og á hvaða verðum og sérstakt kerfi sem heldur utan að prenta út sérstaka miða að þessi miði á að fara á þetta karnúmer þetta því að það búið að setja það inn í kerfið. Síðan þetta allt vigtað og við löndum á kvöldin af fjarskiptabátunum og þá eru mínir menn að þjónusta bryggjurnar, taka á móti öllum þessum fiski, fara með hann yfir Hafnarvogir, síðan inn í hús og vigtan sem þá endanlega vigtin inn í lóðs. Þetta nú svona hluti sem við höfum gagnrýnt að við skulum ekki geta fengið heimild til þess að vigta bara allan fisk beint því að þetta væri þvílíkur tímasparnaður og væri hægt að spara höfnunum fullt af peninga, vera ekki með mönn á kvöldinu við vigtun og þar alveg þeim sveitarfélögum, ekki myndum við veita af þar. Síðan þetta allt vigtað, frágengið, ísað, geymt í kælum þangað til að flutningaaðilar viðkomandi kaupandan kemur á næri fiskinn. Og nú voru viðskiptavinirnir geta verið hinir og þessir sem að bara vilja kaupa fisk og selja fisk. Já, það er raunar engar hömlur á því hver getur tengst uppboðinu og keypt en hann verður samt að
leggja inn tryggingu fyrir greiðslu. Hann verður annarkvæmt að leggja fram bankaábyrgð eða leggja inn á reynstofuna áður. Þú getur ekki keypt út á kredit, það ekki hægt. Og þar alveg þetta sjómanninum eða útgerðarmanninum alltaf tryggt að fá greitt. Hann fær alltaf greitt á föstudegi viku eftir að hann selur fiskinn, viku til 15 dögum. Og við hér á Suðurnesjum höfum haft svona samkomulag við þessa stóru flutningsaðila, Eimskip og Samskip sem keyra mestu og Bratthól og fleiri að þeir hafa aðgang hér hjá okkur og þegar allt klárt þá koma þeir stundum hér á nóttinu klukkan 4, það búið að stilla öll upp hver á hvað og þeir sem sagt losa það inn í bíla hjá sér og keyra því inn í kæla hjá öllum, þannig að fiskurinn kom í hús fyrir klukkan 7 á morgnana. Þetta heitir að vera með það fest. Já, það óhætt að segja það þú getur verið að kaupa fisk frá Siglufirði eða Ísafirði í dag og hann þá kominn með flutningafyrirtækjunum til Reykjavíkur og afgreiddur inn í kæli í viðkomandi verkum, hvort sem í Grindavík eða Garðinum og þeir geta verið búin að vinna þennan fisk og keyra hann svo upp á völl klukkan 2:30. Þannig að þetta gerist ekki ferskar og hann þar að lendi konu á diskinn úti daginn eftir. Getur ekki verið betra. Með tilkomu fiskmarkaðnum sín tíma þá þetta urðu til miklu meiri verðmæti en áður. Það voru fiskur sem var ekki eins og hirtur, hann var hent í sjóinn en áður. Hann orðinn jafnvel töluvert verðmætt í dag og menn hafa svona sérhæft sig í sinni vinnslu og annað í framhaldi af komu fiskmarkaðana og gæðamálinu þetta bara í upphafi tóku þvílík stökk og við erum alltaf að vinna í því stöðugt að bæði gæði þjónustunar og gæði tækninar og gæði fisksins. Fiskmarkaður Suðurnesja, þetta var byltingarkennd hugmynd á sínum tíma en var það veruleika? Já, upprunnin af Fiskmarkaður Suðurnesja í atvinnumálanefnd Keflavíkur og þar koma að máli menn eins og Logi Þormónsson og Gretar Mar, Þorsteinn Ellinsson og fleiri. Síðan kom inn í þetta flest allir útgerðarmenn á Suðurnesjum, Grindavík og Þorbjarnarmenn og Fiskanesmenn og Vísismenn og hér úr Garðinum og allstaðar. Þannig að Fiskmarkaður Suðurnesja stofnar af mjög miklum fjölda hluthafa og margir litlir hluthafar og svo farið á stað 1987 og hugmyndin hér var að fara alltaf aðra leið heldur en hafði verið hugsuð inn í Reykjavík og Hafnarfirði að það var að vera með fjarskipta uppbóð þannig að fiskurinn seldur utan á sjó í gegnum fjarskipti og menn myndu síðan bara mæta með sína vörubíla á hafnirnar til að taka á móti. Þetta var svona byltingarkennd hugmynd sem ekki hafði verið gerð áður og þekktist ekki einu sinni í Evrópu þar sem alltaf allt hafði verið selt inn á gólfi. Þessi menn riðu á vaðið og síðan var ráðnir fyrstu starfsmennir þarna og fyrstu starfsmennir þarna eru nú Brynja Vilmundarson fyrstu uppboðshaldarinn og það fara á stað í litlu húsnæði inn í Njarðvík þar sem að þessu öllu komið fyrir og síðan mjög fljótlega Ólafur Þór Jóhannsson ráðinn sem framkvæmdastjóri, Logi Þormónsson síðan stjórnarformaður og aðalatriðið sem kom þessu öll í kring var náttúrulega að vera með bankaábyrgð. Það gekk nú svona aðeins illa til að byrja með hjá Fiskmarkaðnum að svona fá bankanum svo gúttir að það en þeir félagur höfðu það nú í gegn á endunum og síðan endaðu svona flesta bankaábyrgð hér á Suðurnesjum sem voru þá hjá Sparisjóðnum í Keflavík. Og síðan breytist þetta náttúrulega út í alla bankana því að allir voru konum með ábyrgðir á öllum mörkuðum og kaupendur þurftu semst að vera með bankgarantít sem geta keypt og það var trygging útgerðarmannanna. Og til þess að fara á stað með þetta þá þurftu að fá útgerðarmenn til að selja þennan fisk sem að þeir höfðu hingað til alltaf neytt menn til þess að taka ef þeir voru búin að segja með þorskinn þá var það að taka allar aukategundir. Þá opnaðist þarna líka mikill möguleiki að þarna voru miklu frumkvöðlar í flugi sem Logi Þormónsson var með Tros og Eiríkur Hjartarson og fleiri aðilar hér á Suðurnesjum og þarna opnaðist náttúrulega möguleika til að selja ísu, fá hærra verð og annað og uppgjörinn hraðar. Fyrsta uppboð Fiskmarkaðs Suðurnesja var 15. september 1987. Menn voru fljótur að sjá það að til þess að þjónusta allan flotan var það að vera með liftara og húsnæði á hverjum stað. Farið var í þá uppbyggingu, fyrst í Sandgerði og svo Grindavík. Aðstaða Fiskmarkaðs Suðurnesja í Njarðvík var flutt til Keflavíkur tíma og svo aftur til Njarðvíkur. Síðan þróast þetta, það þarf að búa til tölvukerfi og þessi menn voru mjög hugaðir í því og réðu verkfræðistofu í Reykjavík til þess að búa til tölvukerfi sem hét Tengill og voru mjög forsjálir þar Logi og Ólafur að þeir
Þeir réðu drengin sem kom frá verkfræðistofunni, Ingvar Guðjónsson, sem framkvæmdastjóri reiknistofunnar og fest hann bara hér suður frá. Og hann var mjög klár tölvumaður og þróaði þetta tölvukerfi tengil með starfsmönnum Fiskmarka Suðurnesja. Þú byrjaði snemma hjá Fiskmarkanum og ert búin að vera núna bráðum í 3 áratugi. Já, það passar. Ég byrjaði 1988 að vinna reyndar hjá Fiskmarkaði Suðurnesja, en Fiskmarkaði Suðurnesja stofnaði þetta fyrirtæki 1992 og ég fylgdi því og er búin að vera hérna síðan. Hvað myndirðu nú segja okkur varðandi ótrúlega mikla þróun í sjávarútvegi bara á þessum tíma og leið hefur verið mikil þróun hjá ykkur í fiskmarkaðunum? Já, þetta munum tíðrætt það að þetta bara orðið hátækni iðnaður, fiskvinnsla og þetta svo sem ekki til þess að gera það vera. Þetta menn geta stjórna töluvert hvað þeir kaupa og hvað þeir eru að gera og hverju sinni, og ég held að það bara, mér finnst bara allt jákvætt í fiskmarkaði, og ég held að með því að setja sig mest ekki inn í fiskmarkaðina það langkagkvæmast fyrir bara flesta. Ragnar segir að með stofnun fiskmarkaða hafi fiskvinnslum gefist kostur á meiri sérhæfingu með því að kaupa bara þær tegundir og stærðir sem þær þurftu til vinslunar. Upp úr þessu vurðu til fjöldi verkefna bæði hér á Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu sem gátu sérhæft sig í ákveðnum tegundum, í kola, í ísu, í ufsa, í löngu, keilu og þar fram til göttunum. Og þar fyrir utan náttúrulega opnaði þetta alveg nýjan heim fyrir alla þá sem reka fiskbúðir fyrir landsbyggðina, fyrir höfuðborgarsvæðið að kaupa inn hráefni þarna, í staðinn fyrir að vera mættir hér klukkan 5 og 6 á morgnana eða mjög seint á kvöldin að leita sér að fiski í fiskbúðirnar og keyra því sjálfur inn eftir. Þannig að þetta opnast alveg ný heimur og það held ég aðal þróun í þessu að það höfðu fleiri aðgang. Fyrstu árin komu kaupendur saman á nokkrum stöðum og héldu á lofti númeruðum spjöldum á uppboðum Fiskmarkaðs Suðurnesja á meðan uppboðshaldari þuldi upp kílóa og krónutölur í jafnvel 2 klukkustundir á dag. Síðar var farið í að tölvuvæða uppboðin og þróuð var sérstök uppboðsklukka sem notuð enn í dag. Og þegar við bárum upp fyrstu lausnina hvernig við sáum fyrir okkur klukkuna, við sáum hana fyrir okkur að hún væri bara á netinu. Og menn þyrfti ekki lengur að koma á fiskmarkað en geti bara setið á skrifstofunni, og þetta var nú ofta stýristu menn þessar minni fyrirtækja sem voru að mæta og eyða fleiri klukktíma á dag í uppboði. Og þá þróast þetta í það að við fórum með þessa klukku í gang og þeir sögðu nú, þeir Oxys Trading Solution menn sem að unnu þetta með okkur, að þetta var alveg uník hugmynd og þeir höfðu nú efust hún gæti gengið upp. En hún gekk upp, sögðu þeir, og það má alveg koma fram vegna þess að þeir sögðu að símakerfi á Íslandi var alveg einstakt. Það væri það gott að þetta væri möguleiki. Hvernig fer svo uppboðið fram? Menn eru bara fyrir framan tölvuna eða jafnvel síman og bjóði? Já, þeir geta ekki búið með símanum í dag, en það verður breytinga þá í vonandi bara á þessu ári jafnvel eða næsta. En þeir bara sitja fram á tölvuskjáin og fá upplýsingar fiskin sem búðinur upp hverju sinni og svo ítaði bara takkan þeir vilja kaupa. Það byrjar að telja uppi, byrjum að telja hátt og svo telja niður, og sá sem er tilbúin að kaupa á hæsta verðinu, hann ítir fyrst á takkan og þá fær hann fiskin og þá fer allt af stað. Og að talandi sjómanni, þá getur hann fylgst með uppboðinu, hann getur verið út á sjó ef hann er með tölvutengingu og fylgst með, og hann getur í rauntíma séð nákvæmlega á hvað fiskurinn fór bara strax og hann er seldur. Og gengur þetta alltaf bara smurt fyrir sig? Það gengir mjög vel. Við höfum reyndar verið í að þróa þennan búnað sem við erum með í öll þessi ár, búin að eyða óheimum peningum og annað í það og vinnu og bara segja þess að vera að þessi búnað sem við verum nota, hann hefur gengið yfirleitt frá fyrsta degi og gengið mjög vel. En þetta var náttúrulega algjör bylting. Nú þurfa menn ekkert lengur að koma, og það er reynda pínlítið eftirsjáði því að gamla daga var það mjög svona bæði fyrir kaupendurnar mjög mikið svona samkeið að hittast og skiptast á skoðunum og tala saman, og fyrir markaðsmenn að hitta kaupendurnar. Við hittum á eiginlega orðið aldrei í dag, nema bara heyrum í þeim í síma eða fáum tölvupósta. Hverju breytir það fyrir þinn rekstur að geta keypt fisk á markaði? Það bara eins og mínu fyrirtæki breytir það bara öllu. Við kaupum nánast allt sem við vinnum á fiskmarkaði og gert alla tíð. Hvaða tegundir ertu að vinna? Við erum langmest í steinbít, skötusel, svona karfa, löngu
og já, þetta svona helst tegundirnar, lítið í þorsk og ýsu. Það má segja að í þínu rekstri þá getur eiginlega ekki verið án fiskmarkaðarins. Nei, við getum þetta ekki. Sjálfsagt ykkur leiðið með að fara í ykkur annars konar viðskipt, en þetta er náttúrulega, þetta hentar okkur vel. Það eru þetta mikla pantanir í þessu þennan daginn og hinn daginn og þurfa að fara að taka kannski meira magn eða fá ekki. Svo já, þetta hentar okkur mjög vel. Þetta eru stóra fjárhæðir sem er að renna í gegnum reiknistofuna? Já, þetta er töluverða fjárhæðir og við veltum hérna í gegn 32 milljörðum á síðasta ári og þetta hefur verið svona kringum 30 milljarðar undanfarin ár og við erum 3,5 sem að sjáum þetta alls saman, þannig að það er næstu 10 milljarðar mann. Frá árinu 2000 hafa fiskmarkaðirnir verið að selja frá 92.000 til 107.000 tonna fiski á ári eða 25% af bolfiski sem úthlutað er hverju sinni. Síðustu 3 ár hefur úthlutun á þorskkvóta verið að aukast en framboðið hefur hins vegar minnkað á markaði. Skýringuna segir Ragnar vera að byggðakvóti megi ekki fara á markað og á móti hverjum 100 tonnum af byggðakvóta þurfi útgerðir að leggja til önnur 100 tonn og sá fiskur má ekki fara í gegnum fiskmarkaði. Það sem við heyrum nú oftast talað um í dag, það er þetta afhendingaöryggi og það er kannski það sem við höfum mestar áhyggjur af fiskmarkaðsmenn. Ef að fiskur minnkar of mikið þá leiðist menn frekar út af fiskmarkaðnum vegna þess að það er ekki nóg magn og framboð og við hefðum svona viljað sjá kannski stjórnvaldið horfa aðeins á þá hluti hvert sjá fiskmarkaðin í framtíðinni. Hvar á fiskmarkaður að vera eftir 15 ár, ekki horfa bara frá degi til dags eða kvótaúthlutun ára eftir ár. Þessar sértæku aðgerðir stundum finnst okkur skrýtnar. Við erum að reka hér í dag 13 fiskmarkaði á 27-28 stöðum á landinu og þetta eru 100 starfa og 100 afleiðslu starfa, það er flutningur, það er þjónusta og annað í kringum þetta. Þannig að þetta skiptir allt verulega miklu máli fyrir ekki bara stóra staði eins og hér ykkur staðar á Suðurnesjum sem er Reykjavík, heldur líka litlu staðin út á landsbyggðinni. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hana meðan hún ferðast. Bílinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is. Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkurflugvöllur. Komið sæl aftur, fyrstu tónleikarnir í tónleikaröðinni Söngvaskáld á Suðurnesjum verða haldnir í Hljómahöll í næstu viku en þeir verða helgaðir Vilhjálmi Vilhjálmssyni frá Merkjanesi í Höfnum. Fjalla verður ævi, hlaup og tónlist þessa ástsæla tónlistamanns í tónlist og tali í notalegri stemningu en flytjendur eru Dagný Gísladóttir, Elmar Þór Hauksson og Arnór B. Vilbergsson. Við kíktum á æfingu og heyrðum tóndæmi. Þá segir Dagný okkur frá verkefninu. Segðu mér frá Söngvaskáldum á Suðurnesjum, hvaða verkefni er þetta? Já, eins og heyri þetta bara mjög skemmtilegt verkefni sem við erum að fara af stað með og þetta er svona tilraun til þess að kynna menningararf okkar Suðurnesjamanna, tónlistina á Suðurnesjum. Og hver eru Söngvaskáld Suðurnesja í þessu verkefni ykkar? Það er að mörg að taka og við gætum haldið áfram mjög lengi en við ákváðum að byrja á 3 söngvaskáldum og þau eru Vili Vil sem við byrjum með og svo tekum við Sigvaldi Kaldalóns sem var í Grindavík og Jói Helga verður með okkur í apríl. Þannig að þetta er svona byrjunin og svo sjáum við til hvernig mönnum líst á þetta framtak. Og hvernig veljið þið lögin í þetta verkefni? Þetta er samvinnuverkefni. Við höfum náttúrulega unnið mikið saman hérna í kirkjunni. Elmar Þór Hauksson, söngvari og Arnór Vilbergsson, organisti. Við þekkjumst hérna á kirkjuloftinu og við þekkjum mikið af þessu lögum og höfum verið að syngja þau. Þannig að núna erum við kannski bara að fókusera meira á þessi söngvaskáld og vera í Hljómahöll sem er líka svolítið skemmtilegt. Já, og hvenær verður þetta? Við ætlum að byrja með Vila Vil
eða Hólmar Vilhjálmsson eins og hann þekktur hérna á Suðurnesjum. Og það eru fyrstu tónleikar fyrsta fimmtudag í febrúar, 4. febrúar klukkan 8. Og síðan tekur Sigvaldi við í mars og svo eins og ég segi Jóhann Helga í apríl. Og hvar nálgast maður miða á þetta? Það er miðastalega á hljómahöll.is sem er hljómahöllur okkar samstarfsaðili og við viljum bara hvetja Suðurnesjamenn til þess að koma og hlusta og kynna sér allt sem við höfum fram að færa í tónlist á Suðurnesjum. Það alltaf sérstök stemning í Reykjanesbæ þegar nágrannarnir í Keflavík og Njarðvík eigast við í körfubolta. Tekist montréttinn í bæjarfélaginu. Eyþór Sæmundsson fór á síðustu viðureign liðanna og drakk í sig stemninguna og ræddi við gamla leikmenn. Komið með okkur í körfu. Eins og heyra má hérna Valur og hefur svona leikur ekstra mikla þýðingu hérna í Reykjanesbæ, ekki satt? Jó, það er alltaf gaman þegar þessi tvö lið að hittast og svona á stemningin að vera, þetta er bara frábært. Hvernig fannst þér svona þegar þú varst að spila þessa leiki sem leikmaður? Það var bara mjög gaman og það er skemmtilegra þegar að liðin eru bæði í toppbaráttunni eins og er núna. Njarðvík er ekki langt frá toppnum og Keflavík er á toppnum, þannig að þetta er svona á þetta að vera. Þetta gefur hérna bara mikið líf í bæjarlífið. Hefur einhverja sérstaka þýðingu að vinna svona leik? Það skiptir öllu máli. Hafa montréttinn. Þetta gengur út á það. Af hverju skiptir hann svona miklu máli? Bara sko, þú veist, Keflavík og Njarðvík væri ekkert jafn góð ef þau hefðu ekki hvort annað til þess að metast við og keppa við. Þannig að þetta er bara frábært, svona á þetta að vera og svona viljum við hafa þetta. Hvað er svona sérstakt við þessa leiki? Þessi leikir eru náttúrulega engum öðrum líkir og þegar ég spilaði sjálfur í gamla daga þá voru þetta leikir sem að beðið eftir allan veturinn. Ég held að menn hlaupa aðeins hraðar og hoppa aðeins hærra og séu tilbúnir að leggja meira á sig þessum leikjum en öðrum. Svo náttúrulega eru áhorfendur spenntir að sama skapi eins og leikmenn. Við sjáum það bara hérna í kvöld, það er fullt hús í Sláturhúsinu, við verðum leyfið 1000 manns og þetta er deildaleikur. Þannig að við rétt ímyndað okkur hvernig þetta verður ef þetta fer í úrslitakeppnina. Hvernig skynjar þú stemninguna í bæjarbúum? Já, körfuboltinn í Reykjanesbæ hefur sjaldan verið meira spennandi síðustu ár og hann er ákvarðat núna. Bæði lið beggja megin við lækinn er að spila fekki vel og ef við horfum á Keflavíkurliðið þá
eru þeir búin að vera til fyrirmyndar, eru í efsta sæti, gríðarlega flott stemning. En að samanskapi eru þeir kannski örlítið brothættir, ég heldur séu þunnir þegar kemur inn í úrslitakeppnina. Ef þú horfir svo á Njarðvíkurliðið þá það í 4. sæti, búið að spila meira og minna kanalaust í allan vetur. Við vorum með kana framan af sem að féll ekki inn í liðið fyrstu leikina og svo erum við búin að spila kanalaust síðan. Erum samt í 4. sæti og erum loksins konum með kana til okkar. Þannig að ég held að þessi 2 lið fara ansi langt í úrslitakeppninni og eins og ég sagði áðan, gæðin eru í Reykjanesbæ í körfubolta, það er engin vafi á því. Það er ekki lognmólla þegar kemur að fréttum frá Suðurnesjum. Hér er yfirleitt frétta síðustu daga af víkufréttavefnum vf.is og úr víkufréttum sem koma út í dag. 7 einstaklingar hafa látist í umferðarslysum í Reykjanesbæ frá árinu 2003. Banaslys varð á Njarðarbraut í síðustu viku þar sem eldri kona lét lífið í árekstri 2 bifreiða. Tildrög slysins eru enn til rannsóknar en slæmt veður var á slysstað, rigning, myrkur og talsverður vindur. Tíðni banaslysa í Reykjanesbæ er há og frá aldamótum hafa 7 einstaklingar látist í umferðinni í bænum, samkvæmt tölum Samgöngustofu. Þá hafa 54 einstaklingar slasast alvarlega á tímabilinu 2000 til 2014. Þórana Jónsdóttir markaðsnörd hjá markaðsmálum á mannamáli hefur síðastliðin ár starfað með litlum og meðalstórum fyrirtækjum og frumkvöðlum í markaðsmálum með áherslu á ímyndarmál og markaðssetningu á netinu. Það má segja að hún sé frumkvöðl sjálf, þar sem hún er fyrst hérlendis til að veita þjálfun og ráðgjöf í markaðsmálum í gegnum netið og fyrir rúmu ári gaf hún út bók málið. Þórana er í viðtali við víkufréttir í þessari viku, en myndirnar sem þið sjáið hér eru frá fyrirlestri sem hún hélt á Ásbrú í vikunni. Akurskóli í Reykjanesbæ hefur ákveðið að fjarlægja merkingar kyn á salernum í skólanum. Tilgangurinn er að skólinn verði ekki lengur kynjaskiptur. Í viðtali við vefsíðuna gayiceland.is segir Sigurbjörg Róbertsdóttir, skólastjóri Akurskóla, að nú þegar séu nemendur við skólan sem eru annaðhvort transfólk eða af óræðu kyni, þannig að tilvalið sé að stíga þetta skref núna. Hluti af gömlu fiskvinnsluhúsi við Hafnargötu í Keflavík hefur verið rifinn. Húsi sem gengur undir nafninu HF varð eldið að bráð fyrir rúmum 30 árum en í þeim hlutum sem sluppu við brunan á sínum tíma hefur síðustu ár verið rekið bæði menningar og félagsstarf ýmiss konar. Eftir að þakjárn fauk af húsinu skömmu fyrir jól var ákveðið að jafna rústirnar við jörðu og eru meðfylgjandi myndir frá þeirri framkvæmd. Leiðum við þökkum fyrir áhorfið, minnum við á aðra fríska miðla víkurfrétta, prentútgáfuna og víkurfréttavefinn vf.is. Fyrir kylfingana, kylfingur.is. Hægt er að sjá eldri sjónvarpsþætti okkar á YouTube-brásinni undir heitinu Sjónvarp víkurfrétta. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst að vikuliðinni, verið sæl. Vertu velkominn á Rocksap Íslands. Þar getur þú prófað hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum.